helminginn að ofan. Þú vantar bara hérna hægra megin. Og hérna kúturinn sem á að fara á þetta. Og ég þarf líklega eitthvað aðeins að snyrta hann hérna því að þessi lína hérna er svo ská á að vera bein. Þannig að byrja því að taka hérna bara smá fleyg af þessu. Svona. Svona. Þetta getur legið alveg svona. Þetta er fínt. Þá tek ég undan þessu, alveg eins og ég gerði áðan. Þá losa ég bara hérna upp á einu horninu. Svona. Tek það hérna undir. Þannig að filman geti legið þar sem hún á að vera. Fyrir hérna hinum megin og toga í bakið. Þetta er allir pappírinn sem er hérna bakið. Nú, ef maður gerir þetta svona þá er engin hætta því að filman fari eitthvað á flakk og taki í sig alls konar dröllu og drasl. Því að það verða mjög rafmagnaðar sumar hverjar. Þessi dálítið, ekkert svakalega, en nótið þess að ef hún kæmist í tæri við mikið ryka þá myndi það bara festast við hana. Og það viljum við ekki. Svona, nú liggur hún alveg sæmilega fín hérna. Það er vel út af hér þannig að hann er að grípa. Og þá get ég bara byrjað því að festa hana niður hérna. Þetta er í sjálfu sér alveg eins og þegar ég var að festa neðan á, en ég byrja bara hérna í einu horninu, leyfi því að taka sig og strekki það síðan hérna yfir á hinum megin. Og nú ætla ég að ganga frá endanum. Ég þarf að strekkja hann eins og ég gerði áðan og teygja hann niður. Til dæmis svona. Þá held ég hérna í. Held ég hérna í, hita og toga síðan. Hérna. Nú þarf þetta að geta lagst nefnilega alveg að neðri brúninni vegna þess að ég ætla að skera þessa filmu eftir neðri brúninni. Það er ágætt að gera þetta bara héðan. Þá get ég lagt straujarnið að og fest filmuna niður í leiðinni leið og ég strekki á henni. Það er dálítið sem ég þarf að toga, ekkert svakalega mikið, það er að passa mig líka að brjóta ekki neitt á meðan ég held henni svo. Og hérna fyrir hornið, því ég klippi ekkert fyrir hornin vegna þess að ég teygi þau. Þannig að þau lokast algjörlega. Svona, nú er þetta horn alveg lokað hérna. Og svo er það framhornið. Hita, toga og halda
nú er þetta komið eins og ég vil hafa það. Þetta er flott. Nú ætla ég að leggja niður frambrúnina. Hún er laus alveg hingað upp. Ég þarf að festa hana niður þannig að hún fari niður fyrir hina. Ég þarf að láta þetta skarast. Þannig að ég legg straujarnar á, held í og velti því yfir. Nú er það hérna. Nú ætla ég ekki að leggja þetta hérna niður hinum megin, heldur bara að taka þvert á. Þá get ég skorið þetta hérna og þá verður engin kantur hérna sem að eitthvað getur pikkað upp. Nú er ég búinn að festa þetta hérna niður. Þá get ég skorið þetta bara hérna alveg þvert á. Svona. Svo nota ég straujarnar til þess að ganga frá þessu betur. Svona. Þá er það hér. Til þess að skera þetta þannig að það verði svona bil helmingurinn, þá fer ég með hnífinn hérna, dálítið vel á ská og sker bara svona. Það verður hérna eftir rönd sem er það bil helmingurinn af þessari spýtu hérna og ég festi hana niður með straujarnar. Þá aftur kemur engin kantur hérna eða brík. Frambrúnin, hún er skorin alveg eins og áður. Maður leggur bara hnífinn hérna niður og heldur í, þá getur maður skorið alla leið. Og af því ég ætla að taka hérna endan, þá sker ég hann bara líka með. Svona. Nú get ég gengið frá þessu. Leggja þetta bara niður hérna með þarna straujarninu. Og þá hverfa þessi samskeytti hérna á horninu. Og vonandi engar rukkur. Þá er ég búinn að festa filmuna á allan vænginn eins og ég vil hafa. Það er kannski ekki aðeins á rey að hýta hérna meira í miðjunni. Leggja hér niður á krossviðin. Krossviður er það þéttur að loft gengur því í gegnum hann, þannig að það maður stundum að líma sérstaklega niður á krossvið. Svona. Nú ætla ég að strekkja filmuna og ég ger það með blásaranum. Áður en það er gert, þá ætla ég að gera 2 gött hérna, sitt hvoru megin, til þess að þar sem að servósnúrurnar koma upp í gegn. Servóið kemur hérna í, snúran er það bara hérna á móti og
Það sem þetta gerir núna, ef ég opna þetta núna, er að það leyfir mér að hita og strekkja filmuna og allt heitt loft sem að myndi annars bunga út, það fer hérna í gegn og hérna út. Þannig að heita loftið gerir mér ekkert ógagn. Ég þarf hvort þið að hafa gött þarna. Það ætla ég að finna blásarann. Ég gæti notað straujarnið til þess að strekkja þetta, en mér finnst blásarinn gefa betri áferð. Og ég byrja hérna yst og strekki bara smá bút í einu. Þessi filma þolir þó nokkuð mikið hita, þannig að ég get hita þetta þó nokkuð mikið. Það endar náttúrulega ef ég stoppa, þá endar náttúrulega með því að hún brennur í gegn. Það er ágætt að nota líka ljósið, það er ljós hérna fyrir ofan og það endurspeglast í hrukkunum og ég sé þá strax hvar ég er komin með strekkinguna. Núna þarf ég að, þetta er orðið slétt og fínt og alveg fallegt, en hérna á að koma gat fyrir servóið. Þannig að ég ætla að fara með straujarnið á brúnirnar á gatinu. Þannig að ég sjái þær mjög vel, svona. Og svo ætla ég að skera úr hornunum inn til miðju, þar sem að servóið kemur, til þess að búa til þetta gat. Svona. Nú eru hérna 4 flipar og ég get ýtt þeim niður og fest á með straujarninu. Svona. Síðan kemur servóið hérna núni. Nú ætla ég að halda áfram að blása vænginn, það er engin ástæða til þess að vera að taka það allt saman upp á mynd og kíkjum kannski á þetta þegar ég er búinn. Þá er vængurinn eiginlega kominn, búið að klæða hann og ég hafði vist eftir að ganga hérna frá öðru servóinu. En það sem að liggur fyrir núna er að halda áfram með restina af módelinu að klæða og þegar það er búið þá halda leiðbeiningarnar áfram. Næsta skref, númer 43, er samsetningin af módelinu. Hann hefur ekki klæðninguna sem sér skref. Þannig að nú þarf ég bara að klára að klæða og svo sjáumst við aftur þegar að ég byrja að setja módelið saman.